Menningarhúsið Berg á Dalvík í hjarta bæjarins. Í húsinu er fjölbreytt starfsemi en leitast við að skapa veglega umgjörð og aðstöðu utan hvers kyns menningarstarfsemi, til dæmis listsýningar, tónlistarflutning og menningartengda ferðaþjónustu, auk þess að bjóða upp á aðstöðu fyrir ráðstefnuhald. Þemað hérna á N4 er notanlegur nóvember og forstöðumaður Bergs segir alltaf notalegt að koma við í menningarhúsinu. Það er náttúrulega bara alltaf notalegt að koma í Berg, þannig að jólin og nóvember verða ekkert öðruvísi með það. Við náttúrulega erum bara alltaf tilbúin til að hafa einhverju skemmtilega viðburði og maður finnur alveg að það er komið nóvember því það bætist alltaf við dagskrána. Tónleikar og ýmislegt bara sem er að detta inn þessa dagana. Kannski það sem er fyrst er bara við skiptum sýningar hérna í Bergi í hverjum mánuði, þannig að það byrjar bara nóvember með skemmtilegri sýningu, trúi ég. Þetta er sem sagt fyrsta skipti sem hjá okkur mun sýna hvað ég segja, hún er semst pólsk af erlendum uppruna, búin að búa hérna í nokkur ár og hafði samband við mig og langaði til að sýna myndirnar sínar og mér finnst það rosalega skemmtilegt. Og Greta segir að tónlistin sé áberandi í Bergi á þessum árstíma. Það er bara skemmtilegi tónleika framundan og alltaf notalegt náttúrulega líka bara að koma og setjast í Berg og hvað sem það er til þess að fá sér kaffibolla eða fara á bókasafnið. Þetta er bara hvað fólk vil fá út úr sínu nóvembermánuði, sko. En Berg er sannkallað menningarstaður, hérna er kaffeterja, hérna er myndlistarsýning og svo sjálft bókasafnið. Já, og ég held að við séum öll sammála það hérna á Dalvík og þó við að vera leitað. Þetta styður rosalega vel við hvort annað. Það er bara ofsalega gaman að geta komið og fengið sér bók og sest niður með kaffibollan og svo geta börnin bara að fara og lesa bækur á bókasafninu og meðan foreldrarnir kíkja á sýningarnar. Þannig að þetta er bara, já, styður rosalega vel við hvort annað, það er allt saman í þessu fallega húsi sem við Dalvíkingar eigum, sko. Berg er það bil 10 ára, ekki satt, og er mjög með svæðis í bænum. Jú, Berg er rúmlega 9 ára, þannig að á næsta ári er afmælisár. Þá er bara í ágúst á næsta ári verður Berg 10 ára og það er skemmtileg tilviljun. Daginn heldum við smá fund hérna með íbúum og þá kom alveg bara berlega í ljós að fólk lítur á Berg sem bara með bæinn okkar. Hér bara hittist fólk bara í mismunandi tilgangi. Einn til dæmis sagði frá því þegar hún var hérna fyrir nokkrum árum með lítið barn og mikið kannski ein heima, þá kom hún í Berg til að hitta annað fólk, bara til þess að geta sest niður með einhverjum og þetta hefur maður líka séð mjög mikið með eldri borgaran okkar sem að maður kannski sá ekkit fram að því, en það er alltaf svona stækkandi hópur sem að kemur og sest inn í Bergi og sest á niður, kannski 2 vinkonur saman eða kallarnir hittast í hádeginu eða eitthvað. Og það hlýtur að vera hreinlega bara mikils virði fyrir samfélag á borð við Dalvíkurbyggð að eiga svona hjarta. Algjörlega, og ég bara veit ekki hvernig við fórum að áður því hér er svo margt að gerast og bara eiginlega maður, já, hvar hittist fólk áður því hér eru bara allir, hér kemur fólk og hér er bara allt í gangi.